Fjórir eru í haldi í tengslum við umfangsmikla rannsókn lögreglu á manndrápi í fyrradag. Rauður golf er eitt helsta sönnunargagn lögreglu í málinu. Ráðist var að tilefnislausu á 12 ára dreng í Breiðholti í gær. Foreldrar barna í Breiðholtsskóla segja yfirvöld ráðalaus vegna ofbeldis meðal barna. Það að bjarga þessum börnum. Varanlegur friður er forsenda þess að Rússar fallist á vopnahlé í Úkraínu, segir Rússlandsforseti. Þeir hófu í dag sókn í Kursk til að freista þess að ná héraðinu til baka áður en samið verður frið. Erlendum ferðamanni sem hafðist við í eyðifirðinum Loðmundarfirði í 5 daga var bjargað í morgun. Hann nærðist á jurtum og svaf án tjalds eða svefnpoka í næturfrostinu. Komið þið sæl. Rauð golfbifreið er eitt helsta sönnunargagn lögreglu í umfangsmikilli rannsókn á manndrápi í fyrradag. 2 bílar sjást á myndbandsupptökum í Gufunesi þar sem talið er að manninum hafi verið veittir alvarlegir áverkar. 4 eru nú í haldi lögreglu. 2 karlar og 1 kona voru í gær úrskurðuð í vikulangt gæsluvarðhald grunuð andeld að andláti karlmanns á 70-aldri sem fannst þungt haldinn í Gufunesi í fyrradag og lést á sjúkrahúsi. 1 til viðbótar var handtekinn í dag en ekki hefur verið tekin ákvörðun hvort farið verði fram á gæsluvarðhald. Þetta er umfangsmikil rannsókn og hún er ennþá á frumstigum. En okkur miðar áfram og vel. Lögregla viðraði sér gögnum meðal annars úr öryggismyndavélum, eftirlitsmyndavélum og myndavélum Vegagerðarinnar. Heimildir fréttastofu herma að 2 bílar sjáist á myndavélum í Gufunesi, meðal annars rauður golf, sem er eitt helsta sönnunargagn lögreglu í málinu, því talið er að manninum hafi verið veittir áverkar inni í bílnum. 9 hafa alls verið handteknir en 5 verið sleppt. Jón Gunnar segist ekki geta upplýst hversu margir séu með réttarstöðu sakbornings. Fólkið sem er í haldi er einnig grunað fjárkúgun og samkvæmt heimildum fréttastofu höfðu þau milljónir af hinum látna. Jón Gunnar segir til skoðunar hvort fleiri hafi lent í einhverju viðlíka. Við erum að rannsaka í þessu máli meint fjárkúgun og meint manndráp og náttúrulega almennt í rannsóknum þá náttúrulega skoðum við hvort að það sé saga slíkt og annað. En ég get ekki komið inn á hvort að svo er raunin í þessu. Foreldrar barna í Breiðholtsskóla gagnrýna aðgerðaleysi skólastjórnenda og skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. Gengið var í skrokk á 12 ára dreng í gær á sama tíma og foreldrar funduðu ofbeldisöldu í hverfinu. Við þurfum að senda börnin okkar í skólan. Vandamálið er bara að það upplifir voðalega fáir sem ég þekki. Að börnin sé bara örugg og þetta sé hvetjandi námsumhverfi, það bara, þetta er fyrir okkur bara, þetta er draumar. Hvernig barnasáttmálinn og lögin lýsa þessu. Og ég meina þetta er ekki bara í Breiðholtsskóla. Ég er búin að fá skilaboð frá öðrum foreldrum þar sem þau eru að lýsa stórfelldu ofbeldi. Líkamsárásum, það er eins og skóla- og frístundasvið sé lamað sem stofnun sem á að sinna grunnþjónustu fyrir börn. Ofbeldið teygir sig einnig út fyrir skólatíma. Í gær var ráðist á son Esterar eftir skóla. Hann fór út á hjólabretti með nýja hjólabretti sitt í fyrsta skipti í langan tíma, bara vegna hræðslu. Og hann var svo stoltur og glaður að fara út. Og þegar hann var úti þá komu 5 drengir og réðust á hann og felldu hann niður og bara spörkuðu í höfuðið á honum og já, bara lömdu hann mjög illa. Og reyndu svo að stela hjólabrettinu hans, töskun hans og húfun hans. Já, ég hef bara aldrei séð neina manneskju jafn skelfingu losna eins og hann var þegar hann kom heim. Þau segja ofbeldið hafa vaxið frá því börnin voru yngri og þau eru gagnrýnin á viðbragðsleysi og samskiptaleysi skólans. Viltu kannski að segja mér þetta ofbeldi sem hefur verið í gangi í skóla? Hvernig lýsir það sér? Á göngunum og í fyrirmínútum.
Sem börnin náttúrulega eru að hafa vita á því að passa sig að gera það þegar enginn er viðstaddur. Þetta er bara orðið svolítið þróað. Ofbeldið er bara orðið þróað. Það hefði alveg verið hægt að grípa inn í mörg svona, það hefði alveg hægt að stöðva mörg vandamála fyrr innan skólans. En það sem margir foreldrar upplifa það er þessi stanslausa einhvern veginn meginregla að það eigi að gera lítið úr öllu ofbeldi sem gerist í skólum. Hvað myndu þið vilja að þetta gert? Það þarf að bjarga þessum börnum. Já, það fyrst og fremst það sem þarf að gera. Það þarf að finna úrræði fyrir þessa drengi sem eru í þessum hópi og líka mjög mikilvægt að krakkarnir sem hafa bæði horft á eða lent í þessum hópi að þau fái aðstoð líka. Pútín Rússlandsforseti styður vopnahlés-tillögu Bandaríkjamanna í Úkraínu en segir að ganga þurfi frá mörgum lausum endum áður en það tekur gildi. Rússar ætla að freista þess að ná hluta Kursk úr höndum Úkraínumanna áður en samið verður frið. Rússar segjast hafa náð miklu landsvæði tilbaka í Kursk sem Úkraínumenn náðu á sitt vald í ágúst í fyrra. Pútín Rússlandsforseti var í héraðinu í gær og gaf hermönnum þá skipun að reka þaðan alla úkraínska hermenn í hvelli. Hann ætlar líklega að freista þess að ná Kursk aftur áður en samið verður frið. Sendinefnd Bandaríkjastjórnar kom til Moskvu í morgun til að kynna drög að vopnahléssamkomulagi. Borgarbúar hafa töluverðar efasemdir samkomulagið. Значит, надо договориться с Трампом, чтобы по-нашему все было. Чтобы территорию, мне кажется, надо до Киева до конца идти. Останавливаться нельзя. Это просто сговор у Америки с Украиной, потому что в очередной раз они хотят нас обмануть, Россию. Они перевооружатся, и потом уже всей Европой на нас попрут. Pútín líst vel á tillögurnar við fyrstu sýn, en hann á líklega eftir að setja fram sínar kröfur sem ólíklegt að falli Úkrænumönnum vel í geð. Og það á eftir að flækja friðarferlið. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Utanríkisráðherra Tékklands hér á landi og fundaði með ráðamönnum í dag. Hann segir að það verði að semja sem fyrst, en það megi ekki vera á forsendum Rússa. We cannot allow that in Europe. This would open Pandora box of many possible new wars to happen, even on European territory, as well as globally. And therefore, for our sake of our own security, we need to stop it as soon as possible, as far as possible. And that's in Ukraine. Not to repeat the Munich 1938 when Hitler was appeased, given Sudetenland, which now is the Czechia territory. And it was not the end of his ambition, it was the very beginning, and then we saw the horrors of Second World War. Nú Lipavski átti í dag fund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Þar ræddu þau sameiginlega hagsmuni ríkjanna en aðalega alþjóðamál og mikilvægi samstöðu NATO-ríkjanna á erfiðum tímum. Russia has not backed down on any demands which they have from day one. They want to strip Ukraine of the future NATO membership, which basically means stripping Ukraine of sovereignty. And for my country, we have received 500,000 war refugees from Ukraine. I think this sounds like the population of Iceland, right? Mm-hmm. So I'm very thankful for all the Icelandic support to Ukraine. So we help Ukraine not to be dependent on the, for example, US help, which is also indispensable. Have we become too dependent on the US? I think NATO is the strongest military alliance we have. So I would not say that we are overly dependent. I would say that we have not done our homework, and that's what needs to change now. Stjórnvöld í Tékklandi eins og víðar í Evrópu ætla að svara kalli Trumps aukin framlög til varnarmála.
Stefnt að því að þau verði 3% af þjóðarframleiðslu á næstu árum. Lipavsky segir afar mikilvægt að halda Atlantshafsbandalaginu jafn virku og öflugu og það hafi verið. The Trump administration, has it caused, or are you worried it will cause a division within the NATO countries? I think we have to do everything to overcome this. I think we have to be in constant touch with the American side, speaking with them and first of all prove that we are good NATO allies and to prove that this alliance matters. I think this is our task nowadays. But I guess it's more of it's a harder task now with this current US administration. Yes, it is, but this is what we have to really do. We should not allow the NATO to dissolve. That would be the big mistake, and it would be a big win for Russia and also in a certain sense for China. Landhelgisgæslan fær afhentan ómannaðan öryggiskafbát á næstunni til að sinna eftirliti með sæstrengjum við landið. Kafbáturinn getur farið á allt að 1000 metra dýpi og stýrt af tölvu. Kafbáturinn alfarið framleiddur á Íslandi og hann hægt að nýta við fjölbreytt verkefni og samsetningin getur verið breytileg. Þessi bátur það sem kallar modular eða það búinn til úr módúlum sem þetta setja saman til að breyta uppsetningun á bátnum fyrir það mission sem þarf að gera. Breytt heimsmynd í öryggis- og varnarmálum kallar á nýja stefnumótun að mati utanríkisráðherra. Skemmdarverk á Nord Stream gasleiðslunum undan ströndum Danmerkur og á sæstrengjum við Finnland og Svíþjóð hafa vakið upp spurningar öryggi þeirra 3 sæstrengja sem halda uppi netumferð Íslands. Það nákvæmlega verið að nota hann í þetta á mörgum af okkar kunnum. Þannig að þeir að nota það bæði að fylgjast með sæstrengjum, olíupípum, gaspípum og annað slíkt. Kafbáturinn var áður nýttur af doktorsnemum við Háskóla Íslands, en eftir uppfærslu verður hann fluttur til Landhelgisgæslunnar. Þar verður hann aðalega nýttur við leit og eftirlit. Hann notaður, nefnilega sömu skynjarinn mjög góðir bæði í að finna sprengjur á sjávarborði en líka að finna eins og flugvélaflug eða eitthvað annað slíkt. Þannig að við notum sömu skynjarinn að mörgu leyti í mismunandi verkefni. Maður sem banaði hjónum í Neskaupstað með klaufhamri ósakhæfur vegna alvarlegra veikinda. Hann með alvarlegan geðrofssjúkdóm og flóknar ranghugmyndir. Fjölskipaður dómur við Héraðsdóm Austurlands kvað á mánudag upp dóm yfir manninum. Dómurinn var birtur í dag. Maðurinn var ekki dæmdur til fangelsisrefsingar en hans bíður langtíma meðferð á réttargeðdeild. Dómarar segja ekkert gefa til kynna að nokkur annar hafi komið að árásinni. Maðurinn var metinn ósakhæfur og alls ófær að stjórna gjörðum sínum þegar hann réðst á hjónin. Dómskvaddur matsmaður sagði manninn ekki gera sig grein fyrir veikindum sínum. Hann var talinn hættulegur og þarfnast mikillar meðferðar. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði í dag Landsnet og Íslenska ríkið af kröfu nokkurra landeiganda vegna eignarnáms í tengslum við lagningu Suðurnesjalínu 2. Eignarnám hafði farið fram og alls greiddar rúmar 300 milljónir króna fyrir. Línan verður 29 km löng en 5 landeigendur á 3 jörðum þar sem tiltölulega lítill hluti línunar á að liggja sættu sig ekki við staðsetningu sem og hún væri ekki í jörðum. Stefndu þeir Landsneti og ríkinu en fjölskipaður héraðsdómur komst að einróma niðurstöðu að sýkna. Lengi hefur verið deilt Suðurnesjalínu 2 og hvort eigi að leggja hana í jörð eða hafa hana á yfirborðinu. Fyrst fékkst leyfi til framkvæmda 2013 en þær hófust síðasta sumar. Línan á að vera hátt í 30 kílómetrar með 87 möstrum. Samningum Landsnets lokið við alla landeigendur nema á 3 jörðum. Markmið Landsnets að línan verði komin í rekstur á síðari hluta ársins. Já, niðurstaðan alveg eins og við byggumst við. Við erum náttúrulega búin að vera í mjög vönduðu og umfangsmiklu undirbúningsferli með samráð við hagsmunaaðila og þessi niðurstaða, svona afgerandi eins og dómurinn var bara samkvæmt okkar væntingum. Nú liggur reyndar ekki fyrir á þessari stundu en það auðvitað sá möguleiki ennþá að málinu verði áfrýjað? Miðað við hvað dómurinn var skýr, þá vonumst við nú til þess að þetta verði bara endaleg niðurstaða. Málið rosalega mikilvægt. Það erfitt ástand á Reykjanesi og mjög mikilvægt að við náum að ljúka þessum framkvæmdum til að tryggja betur öryggi á svæðinu við þær aðstæður sem við búum við núna. Erlendum ferðamanni var bjargað í Loðmundarfirði í morgun eftir að ekkert hafði spurst til hans í 5 daga. Hann var mjög illa búinn.
Loðmundarfjörður er eyðifjörður norðan við Seyðisfjörð. Síðast var vitað ferðir mannsins þegar hann var á leið á bóndabæ í Seyðisfirði þar sem hann var með gistingu. Spor sáust út með firðinum og yfir í Loðmundarfjörð. Björgunarsveitin Ísólfur á Seyðisfirði var kölluð út til leitar klukkan 11 í morgun. Sveinungi frá Borgarfirði eystri og Gerpir frá Norðfirði bættist fljótlega við og björgunarskipið Hafbjörg. Fljótlega fannst bakpoki í fjörunni. Eftir skamma leit sást maðurinn standandi á kletti veifandi til björgunarmanna. Hann hafði sofið undir berum himni án tjalds eða svefnpoka í allt að 2 gráðu frosti. Hann var nánast nestislaus en nærðist á jurtum og vatni. Maðurinn var fluttur á sjúkrahúsi í Neskaupstað til aðhlynningar. Dregið hefur úr skjálftahrinu við Reykjanestá. Varnargarðar eru tilbúnir fyrir næsta gos. 100 manns gista þessa dagana í Grindavík. Reykjanesviti skartaði sínu fegursta í bjartviðrinu í dag. Þar hefur jörð skolfið í öflugri skjálftahrinu sem hófst 2:30 í gær. Síðan þá hafa mælst fleiri en 600 skjálftar og 7 þeirra verið stærri en 3. Síðan 2023 hafa orðið 5 skjálftarhinur á sömu slóðum. Skjálftarnir eru mögulega gikkskjálftar af völdum spennu á Reykjanesskaganum. Skjálftar eru algengir við Reykjanestá og út á Reykjaneshrygg vegna jarðskorpuhreyfinga, enda liggja flekaskil þarna og svo má heldur ekki gleyma jarðhitavinnslu HS Orku sem þarna er og gæti haft áhrif. Sundhnúksgígur hafði hægt sig í dag, þar var aðeins uppgufun af völdum hita og hrauninu. Þar mælast nokkrir skjálftar á dag. Hraunbreiður eru víðfeðmar og allt virðist til reiðu fara að gjósa á ný. Voldugir varnargarðar, alltaf 17 metra háir umlíkja Svartsengi. Rétt hjá mastrinu í varnargarðinum eru vinnuvélar í frágangi fyrir undirstöður undir nýtt mastur, fari svo að reisa þurfi annað ef rafmagnslínan slitnar. Í Grindavík gengur atvinnulífið sem vanagang svo langt sem það nær. Margir gista í bænum 100 manns er sagt. Á vegum Grindavíkurbæjar stendur yfir vinna við höfnina, þar er verið að koma fyrir nýri dælustöð fyrir frárensli. Skammtíma úrræði til handa Grindvíkingum renna út mánaðamótin. Búist er við að ríkisstjórnin ákveða að framlengja úrræði á morgun sértækan húsnæðisstuðning, rekstrarstyrk og uppkaup. Halla Gunnarsdóttir, nýr formaður VR, fjölmennasta stéttarfélags landsins, hlaut yfirgnæfandi fylgi eða 48% greiddra atkvæða í rafrænni kosningu sem lauk í dag. Rétt innan við fjórðungur félaga greiddi atkvæði. Kosið var 7 stjórnarsæti af 14. Kvenframbjóðendur hlutu mun fleiri atkvæði en karlframbjóðendur. Ef ekki væri skylt að hafa kynjahlutfall jafnt, hefðu 6 konur náð kjöri og 1 karl. Aðalfundur verður haldinn í lok mars. Strax eftir aðalfund þá ætla ég mér að hefja undirbúning fyrir næstu kjarasamninga. Þótt langt síðan, þá er til ég afar mikilvægt að við komum mjög samhent og öflug inn í þá atrennu. Það var gagnrýnt þessi greiðsla sem að forverið þinn í embætti fékk þegar hann settist á þing. Er búið að girða fyrir það í samningi sem gerðu verið við þig? Já. Stjórn ákvað á fundi sínum sem ég satt reyndar ekki á, þetta var þetta mín kjör, að hafa þannig til framtíðar að biðlaunaréttur er háður því að þú sért ekki komin í starf annars staðar og það er bara eins og gildir uppsagnarfrest á almennum vinnumarkaði og það fer mjög vel á því að þessar reglur séu sambærilegar. Ódauðleg list, auðvald og nepotismi eru meðal viðfangsefna í Brím, nýrri óperu sem frumsýnd í Tjarnarbíó í kvöld og þar er Ástrós Signýjardóttir fréttamaður. Já, Ástrós, það er ekki oft sem íslensk ópera er sett á svið eða hvað? Nei, það er ekki oft, en það er sérlega hátíðleg stemming hérna í Tjarnarbíó. Það er rétt klukkustund í frumsýningu og leikhópurinn er hérna á sviðinu fyrir aftan mig að gera sig tilbúin í kvöldið. En hjá mér eru höfundarverksins þeir Adolf og Friðrik. Adolf, eru taugarnar þandar fyrir kvöldið? Ég er furðu rólegur fyrir kvöldinu. Ég held að spili stóra rullu að ég er með bestu söngvara og hljóðfæraleika landsins í þessu stykki. Þannig að þetta getur ekki líkað á þeim bæjarnum séð. Og það er alltaf rafmögnu stemning í loftinu á frumsýningadegi. En þetta er líka svona uppskýrhátíð. Við erum búin að vinna þessu stykki í 2 ár nánast. Þannig að þetta er meira spenningur að opna dyrnar, fá fólkin og fá viðbröðins og ég held að, við erum mjög spenntir fyrir því. En Friðrik, þú ert nú alvanur tónsmíðum. Er eitthvað öðruvís að semja tónlist fyrir óperuverk eða önnur leikverk? Já, það er talsvert ólíkt, Það er kannski aðalega að maður hefur svo svakalega mikið vald, Maður hefur vald yfir tilfinningum persóna
og auðvitað tímanum sko, sem náttúrulega helsta vopn leikstjórans, þannig að maður slær það svona úr höndum hans strax í upphafi sko. Já, þannig að það er svolítið ólíkt sko, og ég vil kannski bara fá að sjá og heyra. Og þessari gleði, Bergsteinn, hvað ætlið þið að hafa í Kastljósi í kvöld? Já, það verður meiri gleði. Við ætlum í leikhúsið, við ætlum að tala um mann sem heitir Þórhallur, betur þekktur sem Laddi. Guðrún Sóley, hún ræddi við hann grínið sem var honum mikið bjargræði í erfiðri æsku en varð síðan að blómstrandi ferli eins og við sjáum í nýjum söngleik í Borgarleikhúsinu. Við ætlum líka að spá aðeins í efnahagsmálið, það er bjart útlit í kortunum þar, vextir og verðbólga á niðurleið. En því miður líka blikur á lofti, sérstaklega vestanhafs út af tollastríði. Við ætlum að ræða við þau Róbert Faresveit hjá ASÍ og Unu Jónsdóttur, hagfræðing hjá Landsbankanum þá og eftir. Svo ætlar hún Urður Örlygsdóttir að bregða sér á fútinn fann. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Missum ekki að Kastljósi, við ætlum eins og núna að líta til veðurs. Vaxandi suðvestlæga átt í kvöld og í nótt að þykknar upp á vestanverðu landinu með dálítilli vætu, en bjart veður á norðaustur og austurlandi. Suðvestan strekkingsvindur norðan til á morgun, en mun hægari syðra. Hiti verður yfirleitt á bilinu 3 til 8 stig yfir daginn. En það verður nánar fjallað veðrið að loknum íþróttafréttum. Gunnar Magnússon, fráfarandi þjálfari Aftureldingar, tekur á ný við Haukum í úrvalsdeildinni í handbolta næsta sumar. Liðin gætu mæst í úrslitakeppninni sem framundan er. Engin draumastaðir, skal alveg viðurkenna það. Millimetrar skildu að Real og Atlético Madrid í 16 úrslitum meistaradeildarinnar í fótbolta í gærkvöldi. Evrópumeistararnir fóru áfram í 8 úrslitin. Og í fyrsta sinn í 12 ár keppir Lewis Hamilton í Formúlu 1 helgina undir merkjum annars liðs en Mercedes. Hann vill bæta 9. titlinum í sarpinn í rauðum lit Ferrari. Íþróttir eftir andartak. Og það var helst í þessum fréttatíma 4 í haldi í tengslum við umfangsmikla rannsókn lögreglu á manndrápi í fyrradag. Rauður golf er eitt helsta sönnunargagn lögreglu í málinu. Ráðist var að tilefnislausu á 12 ára dreng í Breiðholti í gær. Foreldrar barna í Breiðholtsskóla segja yfirvöld ráðalaus vegna ofbeldis meðal barna. Það er að bjarga þessum börnum. Varanlegur friður er forsenda þess að Rússar fallist á vopnahlé í Úkraínu, segir Rússlandsforseti. Þeir hófu í dag sókn í Kursk til að freista þess að ná héraðinu til baka áður en samið verður frið. Erlendum ferðamanni sem hafðist við í Eyðifirðinum Loðmundarfirði í 5 daga var bjargað í morgun. Hann nærðist á jurtum og svaf án tjalds eða svefnpoka í næturfrostinu. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið íþróttum, veðri og Kastljósi og við minnum að undanúrslitin Gettu betur klukkan 20:05. En nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is en næstu fréttatímar þeir eru klukkan 10 í kvöld í útvarpi og sjónvarpi. Sjáumst þá, sæl að sinni.